Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Jú, mikið rétt sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og núna ég komið með á línuna Óla Braga Jónsson, heimsmeistari í torfæru, en keppni fór fram núna í Noregi helgina og hann komin á línuna okkar heimsmeistari. Komdu blessaður og sæll, Óla Bragi. Sæli. Hvernig hefur það? Það er náðugt. Já, þetta hérna væntanlega friðaði mikið eða ekki að vinna þetta? Jú, Ja. þetta gerir það. En þetta var sem þess virði að hvíla bíliðinn hérna fyrir lokaumferðina í Íslandsmótinu? Já, ég segi það aðeins þá. Já. Það var alveg að skila sér held ég. Það hefði verið svona lykilatriðið. Já, það hjálpa mikið, þetta bílar ekki neitt. En þetta hérna, svona, hver svona helsti munurinn á aðstæðum hérna að keppa hérna út í Noregi og Íslandi? Já, eins og þetta svæði, tölvöld svona stærra svæði, herra, öðruvísi náttúrulega, þéttara efni. Það er ýmislegt öðruvísi að það bílir svona, hægða sér aðeins öðruvísi. Og þetta svona meiri sandur eða ekki líka? Jú, Já. spýtna efni. Og þið voru ansi margir Íslendingar hérna Já, og fenguð heldur betur stóran stuðningshóp með ykkur? já, það var mikið að vissi. Það var það ekki. Nei. En hvernig eru norsarnir, eru þeir eitthvað framalega í þessari íþrótt? Já, það er ekkert að vann þetta eitt eða neitt sko. Þeir eru margir hverjir með góður sko. Já. Það er helsti sveit þarna sem búin að vera sterkur þarna. Það er í annars sveit fyrir deginum. Tók eitt gott krass eða svona, dætt út. Já. En hvað hérna svona, ef ég verið að spyrja því hérna, það var náttúrulega fullt af öðrum Íslendingum og hann var í, það ekki þriðja sæti annar hérna Íslendingur? Jú, það er það. Ég er nefnilega ekki með úrslitin fyrir fram að mig. Nei, ég hef ekki séð hvernig þetta endaði nákvæmlega sko. Nei. Svo alltaf með þessu dutt út eins og Kjartan og hann er búin að vera fínn og þú veist, þetta var svona alls konar. Benni Fúsa var búin að vera í þessari skiptingu. En Gaggi þinn, hann var allan að vel tilbúin á þetta mót. Já, hann alveg ákvað að sína sitt rétta ljós og keyrði bara eiginlega fyrir þetta, bilaði eiginlega ekki neitt. Og var þetta bara... einhver alvöru brekka sem þið þurftu að fara þarna? Já, það var svona sömu þrautir með fína sko. Já. Það var þetta samt í réttari kanti á setjum deginu. Það var bara sett fálið og það rúlar hægt í gegn. Já. En ég hafði enga trú að ná stigum að þeim sem var í öðru sæti. Brautin ekki vera þá þunga sko, en það hafði samt. Ef hvað tekur núna við hjá þér og Gagganum? Eða eru þið núna bara að fara í vetrarfrí? Já. Já. Klálega sko. Við bara að fara að sleikja snjóinn og skafa rúður og... Já. Hún er skemmtileg heitunum. Já. Já. En Óla Bragi Jónsson enn og aftur til hamingju og refurinn líka sjálfsögðu. Já. Þetta náttúrulega, það sál í honum, eða ekki? Jú, já. Það bara þannig enn og aftur til hamingju. Þið unnuð þarna með 4.376 stig sé ég hérna núna. Já. Og sá sem var í öðru með 4.257 stig. Já. Þannig að þetta hefur verið svona nokkuð jafnt. Já, þetta var nokkuð jafnt sko. Það var næst í 200 stigum með hann fyrir sundaginn. En hvað er það sem að þú hafðir fram yfir hann? Var það tíminn eða var það tæknin? Já, það voru 2 þrautir sem ég náði á honum. Það er glimrandi. Ég náði upp þessu stigafórskoti. Ég ætla að leyfa þér að slaka þarna á í Noregi. Nei, ég þakka fyrir það. Þakka þér sömuleiðis. Já. Já, Óla Bragi Jónsson, heimsmeistari í torfæru, stóð sig stórglæsilega og sigraði þessa keppni. Í öðru sæti var norsari á bílnum Lightfoot. Já, og hann var frá Noregi, en í þriðja sæti var Snorri Þór Árnason á Cherry Boy. Kordrengnum með 411 stig. Svo er það fleiri Íslendingar sem tóku þátt. Þór Þormar keppti á heimasætinu náttúrulega og hann er í 9. sæti ef ég er að lesa þetta rétt og Benedikt Helgi Sigfússon á Hnúknum í 13. og Guðbjörn Grímsson á Kötlu, hann reyndar datt úr leik
Svo náttúrulega Kjartan Guðvarason á Guttin, hann var náði 1497 stig. Held ég nú, Bjarki Reynarsson keppti á The Animal í gödubíla, ef ég að skilja þetta rétt. Og hann var í 7. sæti. Nóðum það, við ætlum að halda okkur áfram í fótboltanum núna, aftur. Og svo ætlum við að fara í golfið upp á 9. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.